Ég ætla að fara yfir í þessu myndbandi skoska gambitinn og aðeins þegar svartur leikur biskup Esju sem er ekki sérstaklega góður leikur og er rosalega mikilvægt að þekkja af hverju hann er ekki góður leikur. Byrjum á að sjá fyrstu leikina til þess að vita hvað skoski gambitinn er. E4, E5, riddari F3, riddari C6, D4, þetta er skoski leikurinn. En í staðinn fyrir að drepa peði hér tilbaka, þá leikur hvítur biskup C4. Og hugmyndin hjá hvítum er að hann ætlar að gefa peð tímabundið en að fá einhver færi í staðinn fyrir peðið. Nú er spurning, hvernig á svartur að halda áfram í þessari stöðu? Hann getur leikið biskup C5, sem er einn aðaleikjunum í stöðunni, en hann getur líka leikið riddari F6. En þegar maður er að sjá þessa stöðu í fyrsta sinn, þá getur maður kannski byrjað að hugsa, báðir þessi leiki kom ekki í veg fyrir, til dæmis eins og biskup C5, kom ekki í veg fyrir þennan leik. Þannig af hverju, og segja til dæmis líka hér, þannig af hverju leikur svartur ekki bara biskup Esju hér í þessari stöðu, sem valdar G5 reytin og kemur þannig í veg fyrir öll þessi hérna hættulegu plön. Ef þetta myndi ganga, þá var þessi leikur mjög góður, en hvítur á mjög góðan leik í þessari stöðu sem er C3. Og núna, ef svartur drepur ekki, til dæmis segjum að myndi bara leika D6 eða riddari F6 eða eitthvað svoleiðis, segjum bara D6, þá er hvítur komið með miðborðið. Þannig að það liggur svona beinast við að drepa hér, en þá kemur hugmyndin hjá hvítum í ljós. Hann leikur í þessari stöðu drottning D5. Og með drottning D5, þá er hann einfaldlega bara að hóta máti. Og aftur núna biskupinn hjá okkur er á E7, þá er engin leið að valda F7 á einhvern almennilegan hátt. Eini leikurinn í stöðunni er að leika riddari H6, en þessi riddari er bara beint vonni. Þannig að hvítur getur einfaldlega drepi biskupinn með riddara og máthættan er ennþá hérna á F7. Þannig að svartur þar núna, ef hann ætlar ekki að tapa strax, hann verður að hrókara. Og núna kemur smá flækjur sem er mjög mikilvægt að þekkja. Ef hvítur ætlar að vera gráður í þessa stöðu og einfaldlega bakka með biskupinn hér og vera heilu manni yfir, þá á svartur rosalega góðan leik. Hann leikur í þessa stöðu riddari B4. Og þessi riddari B4 er tvíþættur. Hann er annars vegar að hóta drottningunni á D5 og hann er líka að hóta gaflinum hér. Og hvítur getur ekki valda á bæði á sama tíma, vegna þess að ef hann bakka með drottninguna hér upp í borð til þess að koma drottningunni í burtu, þá kemur einfaldlega bara C2 og núna kemur gaffall hér með peði. Ef hvítur leikur eitthvað öðru eins og til dæmis drottning H5, þá kemur gaffallin hér eins og ég sagði áðan og þessi stað er bara mjög góða svart. Þannig að það sem hvítur þarf að gera núna í þessa stöðu hér, hann drepur einfaldlega á G7 sem valdar peði á B2 í leiðinni. Þannig að svartur drepur og hvítur drepur og þessi staði hér er einfaldlega betri fyrir hvítan, þannig að hann er með betri peðastöðu, búinn að koma fleiri mönnum út og eins og segi, hvíta staðan verður mjög örugg fyrir kongstöðuna meðan svarta staðan er svolítið svona, skulum segja bara losaraleg hérna í kringum kongin og það vantar einhvern veginn svona smá harmoníu í stöðuna hjá hann. Þannig að þetta er eiginlega ástæðan á hverju ég mæli ekki með biskup E7 í þessari stöðu. Það er hægt að leika sem leik en ég myndi reyna að forðast það.